Allt í ferðalagið. Já, komið sæl. Það nú fremur óstöðugt veður hjá okkur framöndan. Við sitjum hérna inn í svona víðáttu miklu lagðakerfi og fáum hérna nýja lagðamiðir sem að kemur inn á landi hjá okkur annað kvöld og þessi lagð mun síðan stjórna hjá okkur veðrinu svona fram að helgi. Ef við lítum á hitasviðið að þá nú að kólna hjá okkur í nótt, að má nú búast við því að það frysti víða og hiti verður síðan svona frostmarkið á morgun og síðan mun nú hlýna eitthvað aðeins þegar að þessi fimmtudagslægð kemur til okkar, en það stendur nú ekki lengi því að strax á föstudaginn að þá verður nú komin norðan átt hjá okkur og þá kólnar og fer væntanlega frysta allt land. En við skulum skoða aðeins vindarspána hjá okkur næsta sólarhringinn. Þessi græni litur, hann táknar að vindur sé svona fremur hægur og síðan þegar hann fer upp í fjólubláan eins og norður að vestfjörðunum að þá orðið hvassviðri og það fremur hægur vindur sem spáð hjá okkur núna næsta sólarhringinn. Það helst að við sjáum þennan hvassa vindi svona norðvestur af vestfjörðunum og hann gæti svona nálgast landið á morgun en þó ekki mikið, en þá hvessir svona heldur við vesturströndina svona þegar að líður á daginn, en almennt séð ætti nú að vera svona fremar rólegur vindur næsta sólarhringinn. Nú ef við lítum á Suðvesturlandi á morgun að þá suðvestanátt, hún fremur hæg hjá okkur, það gæti svona verið eitthvað aðeins stífari vindur við Faxaflóann, en svona skýjahaulan að brotna upp þannig að það gæti alveg sést eitthvað til sólar, en það verður einhver slittu él svona á víð og dreif. Nú síðan á Norðvesturlandi líka svona nokkuð bjart vestast til, eða verður nú reyndar þungbúið og snjóar eitthvað hérna yfir Tröllaskaganum, en tökum eftir því að það svolítið hvasst hérna við vestfjörðunum, svona norður vestfjörðunum, og spurning hversu nálægt þess á vindur nær að koma. En á Norðausturlandi svona snjókomu bakki sem að liggur við norðurströndina, hann teygir sem rauninu alveg hérna austur á Langanesið og það ætti nú að fara að létta til svona upp úr hádegi og skýjahöluna brotta verulega upp, þannig að það geti orðið nokkuð bjart svona þegar líður á daginn. Á Suðausturlandi verður áfram svona nokkuð bjart og ekki gert ráð fyrir mikil úrkomu þar nema svona helst hérna alveg við suðurströndina. Nú síðan áfram á fimmtudaginn að þá fer þessi lægð að nálgast okkur og við fáum hérna skil frá læðinu upp að suðurströndinni og það hvessir hjá okkur, þannig að það verður nokkuð stíf austanátt og geti jafnvel slegið storm hérna við norðvesturströndina. Síðan mun þessi skil ganga hérna yfir landið, þannig að svona seinnipartinn á fimmtudaginn og aðfann á tvörsdags gæti orðið einnig svona talsverð úrkoma á austur og norðurlandi. Nú síðan á föstudeginum að þá fer lægðin hérna austur á bóginn, dregur eftir sér þessa norðanátt og það mun þá kólna talsvert með henni og einnig verður talsvert snjókoma hérna landið norðanvert. Suðvesturhorninu ætti nú að verða þurrt og bjart, en það verður svona stíf norðanátt og kólnar talsvert. Og á laugardeginum að þá verður þessi norðanátt svona mestu gengið niður, það kalt á landinu, áfram einhver éljagangur landið norðanvert, en síðan nú reyndar spánar að gefa svona í skyn að næsta lægð koma til okkar á sunnudaginn. En á morgun hjá okkur verður sem sagt nokkuð þægilegt veður, svona fremur hæg vestlæg átt hjá okkur, verða einhver svona éljagangur, snjó eða slydduél landið sunnan og vestanvert, en ætti að vera mestu þurrt hérna allra austast. Þetta verið bili, verið sæl.